Landrof í Reynisfjöru slíkt að elstu menn muna ekki annað eins. Óvíst hvort fjaran nái aftur í fyrra horf. Þetta það langmesta sem við höfum séð. Bandaríkin verja aðeins Evrópu þegar það samræmist þeirra hagsmunum. Þetta segir sérfræðingur í norðurslóðamálum. Frakkar og Kanadamenn hafa opnað ræðismannaskrifstofur á Grænlandi. Ekkert bendir til að gistiskýli séu upprunni berklasmita á bráðamóttöku, að sögn hjúkrunarfræðings. Fólk hefur veigrað sér við að koma þangað af ótta við smit. Vetraríþróttir eru vinsælar þessar mundir og framhaldsskólanemar á Laugum nýta stillt vetrarveðrið til að skauta í stað þess að fara inn í leikfimissal. Gott kvöld. Sjógangur hefur gjörbreytt ásýnd Reynisfjöru. Sjórinn hefur náð að sverfa fjöruna niður og flytja grjót hnullunga marga metra. Landeigandi segist aldrei hafa séð annað eins. Á einungis nokkrum dögum hafa aðstæður hér í Reynisfjöru breyst gríðarlega. Hér var áður slétt fjara en nú hefur sjórinn hreinlega grafið hana í burtu og eftir stendur 4 metra hár grjótbakki. Mér brá verulega sko. Það búið að vera svo sem þannig ástand hérna að það hefur verið grjót hér og lítill sandur en svo náttúrulega búið að vera svakalegar austanáttir hérna og mikið brim og það hefur skollið hér á Stuðlaberginu og farið hér hátt í loft upp og ég hélt að þetta myndi aldrei gerast. Guðni fæddur og uppalinn í sveitinni. Hann segir að þó að landrof sé þekkt í fjörunni þá hafi það aldrei verið neitt í líkingu við þetta. Þetta það langmesta sem við höfum séð og ég held að í manna minnum þá hafi þetta ekki gerst áður. Svona hafi grafið svona svakalega mikið og á tiltölulega stuttum tíma. Manni líður eins og náttúran hafi bara tekið völdin, bara ákveðið að búa, bara breyta öllu hérna. Þetta bara algjörlega breytt. Þær eru svo voldugar, þessar öldus. Munurinn sést glöggt ef við berum saman myndir frá því í fyrra við myndir frá í dag. Bara hérna þessi nýji pallur og svo lappaður niður alveg út af klettunum, þannig að 200 metra af sandi. Sandi með svona litlum kringlóttum steinum og svona fallegum. Núna bara eins og sért annars staðar á landinu. Það sem kannski svolítið sérstakt við þetta það að hann búinn að taka þetta stórgrýti, blágrýti, hnullungar og velta þeim og fara með þá hérna vestar á fjöruna. Við náttúrulega erum hræddir ef það fer ekki að breyta svona veðráttu að hann haldi áfram að grafa hér og við erum kannski í vondum málum ef að það gerist áfram að við missum þennan pall hérna sem hérna. Þá fer að verða náttúrulega meira opið fyrir sjóin að koma hér upp á bílaplanið. En hægt að grípa til eitthvað aðgerða svona til að koma í veg fyrir að þetta nái hérna lengra upp á land? Nei, við ráðum illa við Atlantshafið og sérstaklega við það hér. Hér mikið aðdýpi og hér kemur aldan óbrotin að landi og hún gríðarlega öflug, það ræður ekkert við það. 2 nýjar ræðismannaskrifstofur voru opnaðir á Grænlandi í gær. Utanríkisráðherra Kanada kom í heimsókn til að vera viðstödd opnun ræðismannaskrifstofu landsins sem vill svo til að í sama húsnæði og íslenska ræðismannaskrifstofan í elsta hluta Nuuk, höfuðstaðar Grænlands. Frakkland opnaði einnig ræðisskrifstofu í gær. Í báðum tilvikum þetta viðbrögð við ítrekuðum ummælum Donalds Trump Bandaríkjaforseta nauðsyn þess að ná völdum á Grænlandi til að tryggja öryggi þjóðarinnar og heimsins. I am very happy to be able to show support to the Greenlandic people over a range of issues from defense and security to economic resilience to environmental sustainability and people-to-people ties. The future for Canada and Greenland is bright. Jo mere fokus der på Grønland og fremtiden med det der sket og
større europæisk samarbejde, vil jeg sige, er gode tegn. Hallgrímur, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir framtíð Grænlands? Ja, til að byrja með þýðingin kannski svona fyrst og fremst sálræn og ekki kannski síst tilkoma Kanada sem náttúrulega eitt af norðurslóðalöndunum og þar búa líka Inúítar rétt eins og á Grænlandi. En til lengri tíma gæti þetta styrkt Grænland svona meira pólitískt og ekki síst ef að fleiri fylgja í kjölfarið að opna svona skrifstofur sem við svo sem vitum ekki hvort það gerist. Utanríkisráðherra Grænlands, Danmerkur og Kanada, þau fundu núna síðdegis í Nuuk. Hvað kom fram hjá þeim? Já, og reyndar eru bandarískir þingmenn líka væntanlegir í boði grænlenskra stjórnvalda. En á þessum blaðamannafundi þá sagði Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, að opnunin á kanadísku ræðismannaskrifstofunni væri í raun og veru nýtt upphaf, góð leið til að styrkja samstarf landana líka á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og NATO. En hann og utanríkisráðherra Grænlands, þau voru spurð gang viðræðna sem nú eru í gangi við Bandaríkin og við skulum sjá hvað þau sögðu við því. Talks in this room is respected talks, but we are not there where we want to be yet. There is going to be a long track. So where we're going to land at the end, it's too early to say. Any solution should respect our red lines, and I think we have made it crystal clear, and even though we have started discussions. So I take it as a clear sign that it should be doable to find a solution while at the same time respecting these red lines. Það var haldin norðurslóðaráðstefna í Tromsø í vikunni og þú hittir þar að það ekki sérfræðing í málefnum norðurslóða. Jú, ég ræddi þar við Rasmus Geits og Bertelsen sem prófessor við háskólann í Tromsø og hann segir að Evrópa verði að gera sér grein fyrir því að Bandaríkin, þau mun ekki taka þátt í vörnum þeirra nema að það samræmist hagsmunum Bandaríkjanna og þá eigi varnarsamningur sem Bandaríkin og Danmörk fyrir hönd Grænlands hafa gert varnir Grænlands, sá samningur eigi að tryggja allt það svona nauðsynlega aðgengi fyrir sem Bandaríkin þurfa að því að byggja upp varnir á Grænlandi. Raunverulega ástæðan fyrir því að Trump forseti hefur svo mikinn áhuga á að eignast Grænland. Það ekki út af varnir, það ekki út af málmar vegna þess að Bandaríkin gæti auðveldlega fjárfest í málmar á Grænland. Það einfaldlega út af persónuleika Donald Trump. Það hans persónuleika að hann vill vera forseti sem stórstækkar landsvæði Bandaríkjanna. Rasmus segir þróunina undanfarin ár hafa verið erfiða fyrir Evrópubúa, ekki aðeins að Trump hóti að ráðast á bandalagsríki, heldur líka að Bandaríkin taki minni þátt í vörnum Evrópu. Danmörk búin að vera mjög trygg bandamaður Bandaríkjanna mjög lengi, svo það þetta mjög mikið áfall fyrir margir í Evrópu sem hefur treyst mjög mikið á Bandaríkin lengi. Rasmus segir hagsmuni Bandaríkjanna á Grænlandi fyrst og fremst snúast að halda Kínverjum og kínverskri fjárfestingu frá Grænlandi. Það hafi gengið eftir. Danska ríkisstjórnin hefur farið alveg eftir óskir Bandaríkjanna það. Danska ríkisstjórnin búið að gera allt til þess að útiloka kínverska fjárfestingar, kínversk vísin, kínversk tækni á Grænland. Stjórnvöld í Evrópu verði hins vegar átta sig á því að Bandaríkin hafi aðeins tekið þátt í vörnum Evrópu til að verja eigin hagsmuni. Og það sem margir í Evrópu hafa ekki skilið að það ekki okkar vegna að Bandaríkjamenn voru að skipta sig að varnir í Evrópu. Bandaríkin með skýra hagsmunir í Evrópu og Bandaríkin hefur verið að vernda þessa hagsmunir og ef Bandaríkin skiptir sig minna af öryggi Evrópu þá það áreiðanlega vegna þess að Bandaríkin telst ekki að hagsmunir þeirra í Evrópu eru ógnað. Dæmir að fólk veigri sér við að koma á bráðamóttöku Landspítala vegna berklasmits starfsfólks. Yfir 20 smitt hafa greinst í gistiskýlum og þar af 2 virk.
Í vikunni reyndist 8 starfsmenn á bráðamóttöku Landspítala vera útsetti fyrir berklum en það þýðir að þeir höfðu komist í tæri við berklabakteríuna og eru með svokallað sofandi berkla en eru hvorki veikir né smitandi. Frá Landspítala fengust þar upplýsingar á nokkuð hafa að fólk veigri sér við að koma á bráðamóttökuna vegna þessa og hringja á undan sér til að athuga hvort að óhætt sé að koma. Leit var líkum að því að uppruna smitana var að leita í gistiskýlum eftir að frétti bárust að því að berklasmitaður karlmaður sem lést í janúar hefði verið meðal gesta þeirra en smit hafa ítrekað greinst hjá heimilislausu fólki. Er hægt að staðhæfa starfsfólk bráðamóttöku Landspítala hafi smitast af berklum af íbúum gistiskýla? Nei. Það er ekki hægt. Þá er mjög erfitt að segja nákvæmlega til hvar fólk hefur komist í tæri við bakteríuna að því gefnu að það hafi bara lifað nútíma lífi. Til dæmis bara að ferðast heiminn, þú fer til Asíu þar sem að þetta er mjög algengt. Hversu margar berklasýkingar hafa greinst í gistiskýlum? Það hafa einungis 2 virkar sýkingar greinst en síðan hafa greinst alltaf 20 einstaklingar sem að við getum bara séð að hafi einhver tíman á lífsleiðinni komist í tæri við berklabakteríuna. Hefur eitthvað starfsfólki skýlana smitast? Það hafa ekki komið upp smit hjá starfsfólki skýlana sem hægt er að rekja beint til gesta. Þriðja óveðurslægðin á örfáum vikum gengur nú yfir Íberíuskaga. Í Portúgal hefur helli rignt í nokkra daga og flóðsett mikinn svip á daglegt líf íbúa sem voru margir enn að eiga við eftirköst síðustu lægðar, Leonardo. Nú herjar margt á íbúa með mikilli úrkomu. Appelsínugul viðvörun í gildi á Suður Spáni. Í bænum Grazalema í Andalúsíu rigndi eins og hellt væri úr fötu í gær og allur jarðvegur mjög vatnsmettaður. Íbúar segja þetta eins og jörðin leiki á reiðiskjálfi. Yo escuchaba de noche y yo decía, hoy digo, será el vecino o será la vecina, pero no, son golpes que es de la misma tierra, que es normal que es normal después de tanta lluvia que se escuchen esa especie de golpe. Hay gente que siente que se le mueve la cama o la silla, según donde estén. Había 4 cimbrejos en la casa y la casa se movía como una cosa impresionante. No podemos ni debemos bajar la guardia. Seguimos todavía en una situación de emergencia, seguimos en una situación preocupante. Glæsilegar sirkuslistir nutu sín vel í ljósaskiptunum á Ylströndinni í Nauthólsvík í Reykjavík síðdegis. Þar voru sirkuslistamenn mættir í tilefni sundlauganætur sem hluti af vetrarhátíð sem nú stendur sem hæst á höfuðborgarsvæðinu. Yfir 150 viðburðir verða haldnir helgina en allir tengjast þeir ljós eða myrkri með einum eða öðrum hætti. Og höldum okkur úti í góða veðrinu. Nemendur í framhaldsskólanum á Laugum hafa nýtt vel froststillur úr vetrarsól síðustu daga og færa íþróttatíma út á ísilega tjörn. Krakkarnir ætla sér langt í skólakeppni lífslaupsins og keppast við að skrá sem flestar mínútur af hreyfingu. 1, 2 og... Já, þetta svona uppbrotin bandíæfing sem áfangi á íþróttabraut en allir geta verið með sem ekki ekki. Á Laugum áralöng hefð fyrir að skauta á tjörninni við skólann þegar frystir og þá hjálpast allir að við að koma svellinu í stand. Þar hefur alltaf verið mikil íþróttamenning sem krakkarnir segja þeim líki vel og ekkert mál að prófa að skauta þó maður kunni lítið. En annars er þetta mjög fjölbreytt, þetta ekki eins og aðrir framhaldsskólar. Já, nú eru þetta í gangi landsátak í hreyfingu og við fullorðna fólki hefðum kannski gott að taka okkur þessa krakka til fyrirmyndar, dusta reykja gömlu græjunum og auka dálítið fjölbreytnina í hreyfingunni. Það er allir mjög virkir hér að fara í frímínútur niður í sal og tekja smá körfubolti og svo náttúrulega verður bara dúndrandi íþróttir alveg langt fram á kvöldina í dag og næstu vikur, þannig að já, þau ætla að krakkandi taka sem mjög alvarlega. Hafið þið tölu yfir mínúturnar sem eru komnar í dag? Í dag? Svona 120. Hvað segir þið? Ég myndi segja svona 2,5 tími eða eitthvað. Já, það er svona klukkutími, 1,5 kannski.
Þetta eru 4 tíma. Já, 4 klukkutíma. En svo þetta mikilvægt að fara varlega á ísnum, hvort sem farið á skautum eða góðum skóm, en kannski sérstaklega með myndavél á öxlinni. Ég held henni, hún lífið. Og það rétt að geta þess að það í lagi með myndatökumannin sem datt þarna á svellinu. En stóra svið Borgarleikhússins nú grasi vaxið en þar frumsýnir íslenski dansflokkurinn dansverkið Garðinn og dansmyndina Paradísarfuglinn í kvöld. Og þar Anna Lilja Þórsdóttir, fréttamaður okkar. Já, ég þar og komin allavega upp á stóra sviði, hvorki meira né minna. Og hér líka Lovísa Ósk Gunnarsdóttir, listanstjóri Íslenska dansflokksins. Lovísa, já, hvað að fara að gerast hér? Heyri, það sko hátíð í bæ hérna hjá okkur því að Íslenski dansflokkurinn að frumsýna 2 listaverk hér á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu. Það annars vegar dansmyndin Paradísarfuglar eftir Vikram Platani og hins vegar dansverkið Garðurinn eftir þá Antonio Di Rosa og Mattia Russo. Og hér verða sameina dansverk og dansmynd. Já, hvers vegna það því? Já, dansinn bara svo ótrúlega fjölbreyttur og við vinnum með svo mismunandi miðla að þetta var svona kjörið tækifæri fyrir að blanda þessu aðeins saman og þetta mjög ólík verk en saman mynda þau mjög fallega svona heildstæða upplifun og svona falleg áminning mikilvægi tengsla og nándar og virðingar fyrir hvert öðru og virðingar fyrir náttúrunni. Ég held að það sé svona mikilvæg skilaboð til heimsins í dag. Og það vísa sem kannski ekki of oft kveðin? Nei, heldur betur ekki og áhorfendur eiga von á bara miklu sjónarspili. Við erum búin að tyrfa allt stóra sviðið og þetta verður við hlökkum mikið til að deila þessu með áhorfendum. Já, hér stefnir í dansveislu og hér dansar að byrja að hita upp á bak við okkur. Þannig að ég held að við þurfum að fara að víkja stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu. Takk fyrir þetta, Anna Lilja. Og þá veðri. Á morgun gengur í norðaustan strekking og bætir í ofankomu norðvestan til á landinu en annars verður víðast hvar svipað veður áfram. Það frystir víða í kvöld en hiti verður nálægt frostmarki á morgun en nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. KR og Stjarnan börðust bikarmeistaratitil karla í körfubolta í dag. Nú stendur svo yfir bikarúrslitaleikur kvenna þar sem að Grindavík og Keflavík eigast við. Dagur Benediktsson verður fyrstur Íslendinga til að keppa á vetrarólympíuleikunum á Ítalíu. Hann ríður á vaðið í skiptigöngu á morgun. Og fyrstu ólympíumeistararnir fengu gullverðlaun hálsinn í dag. Brun karla var spennandi og ólympíumet var sett í skautalaupi. Úrvalsdeildin í handbolta, enski boltinn og fleira til, allt saman í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður við kveðum ykkur þá skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Landrof í Reynisfjöru slíkt að elstu menn muna ekki annað eins. Óvíst hvort fjaran nái aftur í fyrra horf. Þetta það langmesta sem við höfum séð. Bandaríkin verja aðeins Evrópu þegar það samræmist þeirra hagsmunum. Þetta segir sérfræðingur í norðurslóðamálum. Frakkar og Kanadamenn hafa nú opnað ræðismannaskrifstofur á Grænlandi. Ekkert bendir til að gistiskýli séu uppruni berklasmita á bráðamóttöku. Þetta segir hjúkrunarfræðingur. Fólk hefur veigrað sér við að koma á bráðamóttökuna af ótta við smitt. Vetraríþróttir eru vinsælar þessar mundir og framhaldsskólanemar á Laugum nýta stillt vetrarveðrið til að skauta í stað þess að fara inn í leikfimisal. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og fréttir verða næst sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld. En það má alltaf finna nýjustu fréttir á vefnum okkar ruv.is. Við ljúkum þessi kvöld með myndum sem Bragi Valgeirsson tók við Tjörnina í Hafnarfirði. Við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld.
Þetta er stöngin mín! Ég veit bara hverju börnir Playmobil, bíómyndin, talsett teiknimynd frá 2019. Systkini flytjast fyrir töfra inn í Playmobil veröld og þar býður